Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 4. september er 12. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og þema dagsins er lækningin mikla, frelsið í Kristi. Í lexíunni sem er langur texti úr Jesaja gæti tilhlökkunar vegna komu Guðs ríkis og í pistlunum úr öðru Korintabréfi ber Páll saman gamla og nýja sáttmálann og hjá Páli gætir einnig tilhlökkunar að fá að þjóna Guði í anda. Og í Guðspjallinu læknar Jesús daufan og málhaltan mann, en við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Þemað í dag er lækningin mikla. Ekki lækning einhverja útvalinna einstaklinga, heldur verður allur heimurinn læknaður. Ekkert verður eins og áður. En í lexíunni segir Jesaja, á þeim degi sem allt breytist verður eyðimörkin að aldingarði og skólendi. Blindir munu sjá og daufir heyra. Gleði auðmjúkra munu aukast yfir drottni og hinir fátækustu meðal manna munu fagna yfir hinum heilaga Ísraels. Höfðingi hins illa verður ekki lengur til og öllum sem hyggja á illt verður tortímt. Þeir sem eru villuráfandi í anda munu öðlast skilning og þeir sem mögla munu láta sér segjast, segir Jesaja. En hvaða dag skyldi Jesaja vera að tala um? Biblían segir á svo mörgum stöðum að Guð mun ekki leyfa hinu illa í þessum heimi að þrífast endalaust. Það verður breyting á í einu vetfangi. Við eigum hugtak yfir þennan atburð og hugtakið er heimsendir. En fæstir hugsa raunverulega það því að fram til þessa hafa komið fram svo margar heimsendarspár en enn engin heimsendi komið. Biblían boðar samt sem áður að þessi heimsmynd sem að við þekkjum verði aðeins til í takmarkaðan tíma. Margir hafa reynt að reikna út hvenær þessi heimslok verða og meðal annars var Jesús spurður þessara spurningar, en hann svaraði, himinn og jörð munu líða undir lok, en þann dag og stund veit enginn. Hvorki englar á himnum né sonurinn, enginn nema faðirinn einn. Svo það verða umskipti og þau verða snögg, en þann dag og stund, sagði Jesús, veit enginn. Ef við horfum aðeins út fyrir kassan okkar, þá sjáum við að heimurinn er verulega sjúkur og þarfnast lækningar. Ekki aðeins að menn eigi í eilífri baráttu að hafa í sig og á, heldur þurfa menn að kljást við alls konar sjúkdóma, ofbeldi og glæpi í sínu nærumhverfi. Síðan bætast við náttúruhamfarir, þurrkar, skógareldar og flóð, eldgos og jarðskjálftar. Og eins og þetta sé ekki nægir erfiðleikar fyrir mannfólkið. Nei, ég var ekki búin að nefna valdabaráttu og stríð. Og nýjasta og kannski hættulegasta ógnin er mengun. Heimurinn er svo sannarlega sjúkur og í honum eru vond öfl. Í 1. Jóhannesarbréfi segir, við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Í fermingarfræðslubókinni Kondíos í kaflanum baráttu góðs og ills segir að snjallasta bragð djöfulsins sé að fá fólk til að trúa því að hann sé ekki til. Því ef við trúum því að hann sé ekki til, þá hlýtur allt þetta vonda í heiminum að koma líka frá Guði. En við vitum að Guð er kærleikur og kærleikurinn er andstæða hins illa. Og vegna kærleika Guðs og náðar verðum við endurleyst fyrir trúna á Jesú. Þrátt fyrir að við lifum og hrærumst í þessum vonda heimi og freistumst til vondra verka. Því eins og Jesús sagði, enginn er góður nema Guð einn.
En heyrum hvað Páll segir í pistli dagsins. Það er vegna Krists sem að ég er svo öruggur frammi fyrir Guði. Ekki svo að skilja að ég sé hæfur eða geti eitthvað sjálfur, heldur er hæfileiki minn frá Guði. Guð hefur gert mig hæfan til að vera þjónn nýs sáttmála sem ekki er ritaður á bók, heldur er hann andlegur. Því að bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Lögmálið var skráð með bókstöfum og höggvið á steina, þó þeir sem þjónuðu því dæju var dýrð þess slík að Ísraelsmenn gátu ekki horft framan í Móse vegna ljómans af ásýnd hans, sem þó varð að engu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Lykilatriði þessa texta er að hinn nýi sáttmáli er andlegur. Páll þekkti eigin bresti og vissi af eigin raun hve erfitt var að fylgja lögmálinu. Hann segir Guð hafa gert sig hæfan til þjónustu með hennu nýja sáttmála því að hann sé andlegur. Trúin í hjartanu er ekki eitthvað sem við getum þreifað á. En leið og við þiggjum þennan sáttmála erum við hæf til þjónustu. Gamli bókstafurinn sem Páll segir að deyði er lögmálið og boðorðin sem Móse bar niður af fjallinu. Þau voru hoggin í stein og Páll segir að þau hafi verið sett fram til að fólki sæi hve það var óhlýðið Guði. Lögin bjuggu til ramma hvað mátti og hvað mátti ekki. Því að lög eru forsenda fyrir að ákvarða hvað er afbrot. Gamli sáttmálinn byggðist upp á hlýðni og verkum og var einungis ætlað að gilda þar til Jesús kæmi. Og hann kom til að uppfylla lögmálið. Hann sagði að hann kæmi ekki til að afnema lögmálið, heldur til að uppfylla það. En með uppfyllingu lögmálsins var virkni þess lokið. Hann uppfyllti skilyrðin og setti nýjan mælikvarða á hverjir kallast Guðs börn. Hann dó fyrir allar drýgðar syndir. Ef við berum þetta saman við fangelsisdóm, þá afplánaði hann alla dóma fyrir alla menn í eitt skipti fyrir öll. Bæði fyrir gömul brot og ný. Þannig varð lögmálið gagnslaust. Það var ekki lengur mælikvarði á synd. Því að syndin er að þeir trúðu ekki á mig, sagði Jesús. Leið og Jesús gaf okkur nýtt boðorð, var nýtt lögmál staðfest. Hann sagði nýtt boðorð gef ég ykkur að þið elskið hvert annað. Eins og ég hef elskað ykkur skuluð þið einnig elska hvert annað. Og Jóhannes skrifar síðan í bréfi sínu að í raun sé boðorði gamalt. Hann skrifar, það er ekki nýtt boðorð sem ég riti ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafi haft frá upphafi. Og það er hverju orði sannara því að tvöfalda kærleiksboðorðið finnum við í Mósebókunum. Þar segir, þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og af öllum mætti þínum og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Guð hefur alltaf viljað að við værum kærleiksrík og umburðarlynd við hvort annað og hið nýja lögmál ber vitni það, því að það er andlegt, sagði Páll. Það lögmál eða sá sáttmáli milli Guðs og manna byggist á trúnni í hjartanu. Undir þeim sáttmála erum við blessuð af náð og endurlist fyrir trúna á Jesú. Það er ekki bókstafurinn, það er hlýðni við verk sem frelsar okkur, heldur hefur heilagur andi Guðs tekið sér bólfestu innra með okkur. Trúin á Jesú og verk heilags anda sem vinnur innra með okkur vinnur síðan þannig að við breytumst. Trúin leiðir af sér það sem Páll kallar ávöxt andans og var til umfjöllunar fyrir nokkrum vikum. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður,
langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsagi. Og taki eftir því að orðið ávöxtur er í eintölu. Því að öll þessi upptalning fellur undir samheitið kærleikur. Og sá kærleikur sem heilagur andi skapar í hjörtum okkar skilgreinir okkur sem Guðs börn. Þessi ávöxtur andans er blessunarrík afleiðing af trúnni, öfugt við lögmálsverkin sem voru unnin til þess að hljóta blessun Guðs. Þemað í dag er lækningin mikla, frelsið í Kristi. Það ríkir ekki sá kærleikur og friður í heiminum í dags eins og var í upphafi. Heimurinn þarfnast lækningar við. Og þá lækningu getur einungis Guð gefið. Þann dag og stund veit enginn nema Guð hvenær verður. En drottinn Guð innleiddi nýjan sáttmála milli Guðs og manna, þar sem trúin á Jesú gefur okkur frelsi og fullvissu náð hans og við getum eins og Páll sagði í pistlinum staðið örugg fyrir framan Guð. Og þá mun dýrð drottins skína af andlitum okkar eins og af andliti Móse forðum. Hvílík blessun að hafa kynnst og meðtekið orð Guðs og að hafa tekið ákvörðun að fylgja Jesú og þannig gróðursett trúna í hjartanu. Því að ekkert nema trúin í hjartanu bjargar okkur þegar sá dagur kemur að við stöndum fyrir framan hásæti Guðs. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.